velkomin í Kastljósið. Mikil umræða hefur verið að undanförnu einkavæðingu ríkisfyrirtækja og íslenskt viðskiptalíf. Og við spyrjum í kvöld, söluferli Símans nægilega gagnsætt og var rétt staðið að sölu ríkisbankana á sínum tíma? Eða einkavæðingaferli yfirvalda kannski bara alls ekki nógu gagnsætt yfir höfuð eins og margir virðast hafa á tilfinningunni í það minnsta? Til að ræða þetta hingað komin Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra og við ætlum að spyrja hana hvers vegna þúsundir manna virðast þess fullvissar að ekki verið rétt staðið að sölu Símans. Velkomin Valgerður. Takk fyrir. Valgerður, hvað segir þetta? Nú þetta nýstofnaða félag, Almenningur EHF, það virðist vera sístækkandi. Þetta ekki áfellisdómur yfir ríkisstjórninu og þeirri leið sem ákveðið var að fara við sölu Símans? Já, það þarf reyndar ekki að vera það. Þetta fullkomlega löglegt og alveg í samræmi í raun við reglurnar að Almenningur myndi hóp og bjóði í Síman. En hins vegar veit ég að það sem liggur þarna að baki ákveðin óánægja og kannski fullvissa sumra það að það sé ekki staðið rétt að málum þegar að ríkið selur sínar eignir. Og það náttúrulega mjög alvarlegt og mjög slæmt. Nú hvers vegna stendur fólk í þessari meiningu, það getur verið að það hafi nú eitthvað það að segja að það hafa verið fullyrðingar í gangi sem að til dæmis hafa komið fram hjá Morgunblaðinu eða hjá Agnesi Bragadóttur þar sem hún talar þjóðarrán í sambandi við sölu bankana. Nú ég heyrti Egil Helgason halda þessu fram í sínum þáttum að þetta hafi verið bara eitthvað reginhneyksli hvernig Búnaðarbankinn var seldur og svo framvegis og þegar þessu haldið fram hvað þetta annað þá fyrir fólk að trúa því að þetta hafi verið eitthvað En ertu ekki að ofmeta svolítið áhrif fjölmiðlamanna í þessu og gera þá lítið úr almenningi með því að segja bara því að Egill Helgason og Agnes Bragadóttir segja það þá trúi fólki? Ekki eitthvað annað sem býr þarna að baki? Já sko, það getur vel verið að þetta sé ekki nægilega mikið í umræðunni hvernig þetta gert og það þá okkar fyll sem að stöndum að sölunni að halda því ekki nægilega mikið fram hversu ferlið opið og til dæmis það að Ríkisendurskoðun reyndar að beiðni Vinstri grænna ef ég þekki það rétt skuli hafa skilað skýrslu í desember 2003 sem að það sem fjallað algjörlega allt þetta ferli hvernig voru bankarnir seldir og þar getur hver sem kynnt sér það og þá meti það í framhaldi af þeim lestri hvort þetta eigi við rök að styðjast að þarna hafi ekki verið staðið nægilega vel að málum. Já, nú les Almenningur ekki svona skýrslur en hann les eina tveggjadálka grein Agnesar og það 7.000 manns og milljarðar komnir í að kaupa. Þetta miklu meira heldur en einhver venjuleg fjölmiðlaviðbrögð. Ég ekkert að kenna fjölmiðlum neitt, ég bara reyna svona sjálf að leita skýringa. Ég að segja líka sko, þetta hefur fólki finnst eitthvað að. Já, en ég ítreka það að þetta ekki slæmt, þetta bara frekar gott að fólk vilji eignast í þessum fyrirtækjum. En svo það líka það að þegar við ætluðum okkur að selja Síman á síðasta kjörtímabili að þá var opið ferli gagnvart almenningi og þá var ekki mikill áhugi. En það var að vísu líka aðrar efnahagsaðstæður. Já, það voru aðrar aðstæður í þjóðfélaginu og allt það, þannig að það kannski ekki hægt að benda bara á það. En svo það líka eitt sem að kannski einkennilegt að mati einhverja að það tekin svo ákvörðun að selja í einu lagi og það svolítið óvanalegt. Og það gert vegna þess að það ráðgjafi okkar sem að Morgan Stanley sem að mælir með því og segir að þannig fáum við kannski 20–25% herra verð og auðvitað skiptir það máli ef við erum að tala þarna sko 10–15 milljarða eða eitthvað svoleiðis sem við getum fengið að auki miðað við það að fara hina leiðina. En þýðir þessi breytt aðferð við sölu á Símanum það kannski að það verið vitlaus aðferð við sölu á bönkunum? Já, að það hafi fengist allt og lágt verð fyrir þá og þess vegna sé þessi óánægja? Ég veit nú ekki hvort það hægt að setja alveg samband þar á milli. Ég prófa. Já. En miðað við þessa skýrslu Ríkisendurskoðunar þá ekki mikið fundið að því hvernig staðið var að sölu bankana. Reyndar ein ábending til dæmis sem ég svona tek dálítið til mín að það hafi ekki verið rétt að auglýsa eftir áhugasömum aðilum til kaupa á báðum bönkunum í einu
En það var ákvörðun sem það er náttúrulega pólitísk ákvörðun að gera það og meðal annars vegna þess að það hafði lítið gerst í nokkuð langan tíma og svo koma þessir aðilar sem að síðan urðu Samson og sína áhuga á kaupum á Landsbankanum og það var svona farið að styttast í lok kjörtímabilsins og þá fannst mér mjög freistandi að athuga hvort það væri ekki bara að klára þetta bara í einu lagi og það var samstaða milli stjórnarflokkana að gera það þannig. En fyrst þið eru nú farin að hugsa svona aðeins aftur í tíman og ræða þetta, þá gerist það nú þarna 2002 að Steingrímur Ari Arason sagði sig úr einkavæðingarnefnd og í yfirlýsingu frá honum sagðist hann bara aldrei hafa séð önnur eins vinnubrögð eins og þegar var verið að selja Landsbankann. Þetta er ekkert í fyrsta sinn sem upp kemur gagnrýni á framkvæmd einkavæðingar, á það hvernig yfirvöld standa að einkavæðingu ríkisfyrirtækja. Já, ég náttúrulega þekki ekki það mál nægilega vel. Það er eitthvað sem gerist innan Sjálfstæðisflokksins sem að við höfum svo mikið fengið neina sérstakar skýringar á en það er rétt hjá þér að hann gafst upp bara á þessu verkefni og gagnrýndi þetta ferli. Og þú sást ekkert athugavert við neitt eða varst ekki vör við neitt athugavert? Já, ég allavega bara bendi á skýrslu Ríkisendurskoðunar í þessu sambandi sem að... En nú hefur fjárlaganefnd ákveðið að skoða þessi mál betur. Áttu vonu að koma eitthvað út úr því? Mér finnst það bara mjög ánægilegt að það skulle vera samstæðum það í fjárlaganefndinni að fara yfir þessa skýrslu og eiginlega mjög merkilegt að það skulle ekki hafa komið fram beiðni það fyrr. Til dæmis báðu Vinstri grænir það í gær, ef maður rétt að það þetta fara í sérstaka úttekt á sölu Búnaðarbankans. Eins og þeir hafa ekki gert sig grein fyrir því að það liggur fyrir skýrsla sem að þeir reyndar sjálfir báðu það hvernig að þessu var staðið og hvert ferlið var. Þannig að það er nú svona ákveðin upphlaup í kringum þetta allt saman. En getur ekki verið bara mönnum þykir skýrslan alls ekki fullnægjandi? Þetta er skýrsla Ríkisendurskoðunar og Ríkisendurskoðun, hún heyrir beint undir Alþingi. Hún heyrir ekki undir framkvæmdarvaldið. Þannig að hverjum á Alþingi að treysta betur til þess að fara yfir mál eins og þetta ef ekki en Ríkisendurskoðun. Ég bara spyr, ég veit ekki hver í rauninni ætti annar að vera þá betri til þess. En eins og gagnrýnir Lúðvíks Bergvinsson nýlega og þar sem hann er að fara yfir eignatengsl, hvað finnst þér um það? Og ég svona sem maður sem skoða þetta, ég hugsa, er ekki eitthvað til í þessu? Já, það var beðið spurt á Alþingi hvort að forsætisráðherra ætlaði að gera grein fyrir tengslum sínum við fyrirtæki sem að hugsanlega myndu bjóða í Símann. En eins og Lúðvík setti þetta fram þá á hann í fyrirtæki sem á í fyrirtækjum sem eru all líklegt eða hafa verið að koma nálægt þessum málum og eru all líklegt að gera þetta áfram. Já, forsætisráðherra á 2,4% í fyrirtæki sem heitir Skinnið Þinganes og eru Hornafirði og síðan á Skinnið Þinganes eitthvað í Vís og Vís á 4,1% í KB-banka. Þetta er svona, ef ég man, það er kannski einhverjir fleiri milliliðir hérna á milli, Ég man ekki nógu mikið til að rengja það allavega. Nei, en þetta er bara eitthvað sem liggur fyrir og mér finnst þetta ekki hægt að tala um þetta sem einhver stórkostli tengsl og líka verðum að hafa það í huga að Ísland er mjög lítið þjóðfélag og það er ýmsir sem eiga í fyrirtækjum en við höfum áhuga á því framsóknarmenn að þetta verði bara allt upp á borðinu. Já, einmitt, það er ekki bara ástæða að leggja þetta bara allt saman þannig að það sé bara að ýmsar þjóðir hafa þannig reglur að það, ef að viðkomandi verður kosinn til þings að þá verði hann bara að gefa upp hvað hann á í fyrirtækju til dæmis. Og mér finnst það að vera einmitt mjög æskilegt því að það er einhvern veginn svo ótrúlega mikil umræða bara einn þingmann en ýmsir aðrir eiga líka í fyrirtækjum þannig að þetta væri áhugavert. Og hyggstu leggja eitthvað svona fram? Já, ég veit að fulltrúi okkar í forsætisnefnd, Jónína Bjartmarz, hún mun leggja þetta til. En svo vil ég líka segja það að við erum að tala um forsætisráðherrana að mér finnst sem hefur starfað núna í pólitík í upp til 20 ár mér finnst það mjög mikilvægt fyrir Íslands samfélag að það séu áhrifamenn í stjórnmálum sem að þekkja til atvinnulífsins. Vegna þess að það skiptir okkur svo miklu máli. Það er undirstaða hagvaxtar og framfara í landinu að atvinnulífi geti blómstrað. Og þekking Halldórs Ásgrímssonar á atvinnulífinu hefur skipt miklu máli. Og ég trúi því að
hún hafi bara skipt mjög miklu máli. Já, en manni finnst samt kannski að þegar menn eru komnir á þing þá kannski stíið er líka samt út úr því hlutverki og þess að það geti ekki verið báðum megin við borðið. Já, það er alveg sjónarmið, en þá vil ég líka ítreka það að sko, hann eignast þetta vegna þess að það vill svo til að faðir hans var útgerðarmaður og reyndar heiðursborgari á Höfn í Hornafirði vegna þess að hann reif það byggðarlag algjörlega upp. Og þetta er fyrirtæki sem er ekki skráð og þetta eru reyndar einhverja 15 milljónir sem að ná í fyrirtækinu, en ég veit ekki á hvað gengi það færi ef það er að fara að selja. En þessi fjölskylda hefur ekki selt neitt út úr fyrirtækinu vegna þess að hún vill standa baki fyrirtæki sem er grundvallar stólpi þessa samfélags. En annars við förum nú endilega alveg út í ættarsögu Halldórs Ásgrímssonar, en nú þú ert ráðherra viðskipta og það hefur einmitt verið svolítið mikið rætt um þessi eignatengsl öll sömul. Þú talar Íslandi lítið land og það verður alltaf einhver tengsl, það er svo sem erfitt kannski að komast hjá því, en þessi kross eignatengsl sem eru þetta ekki voðalega þjált orð, en það hefur verið talað um þetta, það er einhver félög sem eigi í félag A á í félagi B og félag B á líka í A og maður eiginlega alveg hættur að botna í þessu. En hvað finnst þér sem viðskiptaráðherra myndu ætlarðu að gera eitthvað til að breyta þessu? Já, það er nú þannig að það er núna frumvarp fyrir þinginu þar sem er mjög nákvæmlega skilgreint hvað eru tengsl. Því það hefur fram til þess ekki verið nægilega vel skilgreint í lögum á Íslandi. Hvernig eru fyrirtæki talin tengd? Hvað þýðir að vera að séu tengsl á milli fyrirtækja? Og ef að þetta frumvarp verður að lögum núna, sem ég vona verði, að þá höfum við í fyrsta skipti reglur og lög í landinu sem að skilgreina nákvæmlega tengsl fyrirtækja. En er þetta ekki allt of seint til komið? Eru stjórnvöld ekki að fara sér allt of hægt í þessu? Nú hefur viðskiptalífið, það hefur gerst svo gríðarlega margt á síðustu bara svona 5 árum. Það er alveg rétt að hafa gerst ótrúlega margt á síðustu 5 árum og almennt óskaplega jákvætt sem hefur gerst. Og ég vil segja það að ég er mjög stolt af því að hafa komið að einkavæðingu bankana til dæmis vegna þess að það hefur skipt svo miklu máli fyrir hagkerfið og fyrir kaupmáttin í landinu, fyrir útrásina. Þannig þetta sjá allir sem að fylgjast með því sem er að gerast á Íslandi, hvað þetta er gríðarlegur kraftur sem hér er í viðskiptalífinu. Vissulega er hægt að gagnrýna einhverja hluti og við erum nú búin að fjalla um það í ákveðinni nefnd sem að var að störfum og það eru frumvörp núna fyrir þinginu þar sem eru tillögur breytingar til dæmis á Samkeppnisstofnun og það koma milljónatugir inn í það eftirlit, samkeppniseftirlit sem verður til þess að hafa meira eftirlit með viðskiptalífinu. En af hverju gerist þetta ekki fyrr? Já, það er nú góð spurning. Samkeppnisstofnun hefur ekki haft burði til að sinna þessum gríðarlega stórum málum sem upp hafa komið, eins og olíumálinu og samráði tryggingafélag og allt það. Hvers vegna gerist þetta ekki fyrr? Já, hún hafði nú virkilega burði til þess að taka olíufélagunum. Ég held að það sé ekki nokkur vafi á því og fór að mjög miklu myndugleika í það, en það var mjög gróf aðgerð að ráðast inn í fyrirtæki og það gerir Samkeppnisstofnun ekki nema að hafa tiltölulega öruggar heimildir fyrir því að þarna sé lögbrot að ræða. Þannig að það má vissulega segja að það tók stofnunina langan tíma að ráðast til atlögu, en hún gerði það og gerði það mjög faglega og það hefur núna verið staðfest að svo var. Og hvað varðar fjármuni til stofnunarinnar, þá hafa þeir hækkað núna á örfáum árum úr 100 milljónum í 150 og eins og ég segi, nú bætast við sennilega 40-50 til viðbótar í nýtt samkeppniseftirlit. Auðvitað má alltaf deilum það hvort þetta eru nægilegi fjármunir og flest allar ríkisstofnanir segja að þær þyrftu meira fé til þess að reka sína stofnanir. En aðeins aftur að því, hvers vegna er fólk samt svona, það er greinilega óánægja, það eru menn sem eru berjandi á ykkur að venju, en það nær hljómgrunn núna. Hvers vegna, það hlýtur að vera mikið áhyggjefni fyrir ykkur sem hafið leitt þessar breytingar að það virðist vera dálítið stór hópur þjóðarinnar sem er óánægður með stöðu mála í dag?
finnst fáir hafa grætt of mikið eða eitthvað, ég veit ekki hvað. Jú, það hefur svo eitthvað með það að gera hvað þetta hefur gengið vel hjá þessum fjármálafyrirtækjum. Er þetta hægt að afgreiða þetta með öfund þá? Nei, ég vil nú ekki gera það, en svo nú stjórnarandstaðan dálítið dugleg að minna á hluti og tala digurbarkalega í þinginu og þetta hefur allt einhver áhrif, en ég ekki viss það að þegar að fólk hefur allar upplýsingar, og kannski höfum við sofið eitthvað á verðinu með það að veita upplýsingar, segja frá því hvernig þetta ferli hefur verið og þar fram undir götunum, að þegar fólk hefur allar upplýsingar og þegar það áttar sig á mikilvægi þessara einkavæðingar fyrir samfélagið, fyrir, eins og ég var að segja áðan, þá trúi ég því að við munum hafa vinninginn þegar upp eru staðið. En annað dæmið það sem manni finnst kannski ekki hafa verið hlustað svo mikið á almenninga, það eru kannanir hafa sýnt að fólk ekkert sérstaklega áhugasamt að selja símann, en ykkur er alveg saman það. Nei, það er nú ekki rétt okkur sé alveg saman það. Þið gerið það allavega. Vissulega hefur könnun sýnt að fólk ekki mjög áhugasamt að selja símann. Og svo hefur raunveruleiki sýnt að það veit kaupa hann aftur eða reyna að selja. En þá verð ég líka að nefna það að það var mikill áróður í gangi og mikill auglýsingaherferð af hálfu samkeppnisaðilans og Vodafone það að það mætti ekki selja grunnnetið eins og allir muna. Og það yrði þá þýddi að það yrði ekki raunveruleg samkeppni á markaðnum ef grunnnetið yrði selt. Og fólkið eins og til dæmis landsbyggðin, hún óttaðist það mjög að þessi þjónusta myndi versna. En nú hefur verið ákveðið að stofna sérstakann sjóð í framhaldi af sölu Símans sem hefur það hlutverk að byggja upp þetta fjarskiptakerfi sem mun kosta milljarða. Þannig að við erum að nota þessa fjármuni í þágu fólksins. Þannig að þetta er allt svo fallegt og fínt eins og heitir. En samt vil ég ekki hlusta á vilja þjóðarinnar. Já, almenningur greinilega vill fá að kaupa í símanum núna, ekki eftir einhvern tíma eins og gert ráð fyrir í þessum einkavæðingar hugmyndum ríkisstjórnarinnar. Já, almenningur bara getur keypt í símanum núna. Nú er búið að lengja þennan frest. En af hverju gerðu þið ekki ráð fyrir því í upphafi? Það var eins og ég sagði að það var út af því að það hefði þýtt mikið lægra verð. Það geta skipt 10-15 milljarðar eða eitthvað á því bili. Ef að við hefðum ekki selt eða tekið þá ákvörðun að selja í heilu lagi. Þetta segir þetta ráðgjafafyrirtæki Morgan Stanley sem er fagaðili okkar á þessu sviði sem hefur ráðlagt öðrum þjóðum í Evrópu þegar hafa verið að selja símafyrirtækin þar og við hljótum að gera nokkuð mikið með það. Og þið farið í einu og öllu eftir þeirra ráðleggingum eða hvað? Já, við gerum það að svo miklu leyti sem að við teljum rétt, auðvitað eru einhver atriði eins og til dæmis það við teljum mikilvægt að það fyrirtæki sem kaupir síman að það hafi mikið metnað og það hafi metnað í sambandi við þjónustu við landsmenn. Þannig ef almenningur sýnir mikið metnað í tilboða sínu þá fara það kannski að læra verði líka? Já, metnaður skiptir máli í þessu sambandi. Og hvað áttu við með því? Já, metnaður í sambandi við þjónustu. Hvaða sýn hafa væntanlega kaupendur? Hver ætti að hafa meiri metnað en einmitt almenningur sem notar þjónustuna? Já, ég er ekki að tala gegn því almenningur eignist hluti í þessu fyrirtæki, svo sannarlega ekki. Vonum bara það gangi vel. En ég bara, það er eitt af sem skiptir máli, hvaða sýn hefur það fyrirtæki sem að kaupir, eða þau fyrirtæki, þau verða nú 3 eins og þetta á þetta. En Halldór Ásgrímsson hefur talað að það mætti verja söluandvirði Símans til Sundabrautar. Davíð talaði ekki satt sjúkrahús. Hvað langar þið til að gera fyrir peningana? Já, þetta var allir einhverjar hugmyndir það. En þetta eru hlutir sem við munum ræða innan ríkisstjórnar og stjórnarflokka þegar að salan liggur fyrir. Það er nú ekki búið að selja, við skulum nú hafa það í huga. En áhugin er gríðarlegur. Greinilega. En þetta verður Kemur ljós hvað hefur gert fyrir peningarum. Þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. En Kastljósinu er það lokið. Við verðum hérna aftur á morgun. Sjáumst þá. Bless.